Þessi hluti sögunnar, hún heldur áfram það sem að frá er horfið eftir að Gunnhildur drottning er búin að hleypa upp Gulaþingi og það er ljóst að Ari Björn og Egill að þeir geta ekki lagt þetta í dóm eða fá tilbaka peningana sem að Egill meina að Ásgerður eigi að fá og hennar arf og þarna er hann búinn að úthýða konungi og rauninni bara gera allt sem að er neikvætt fyrir hann og svo þarna segir Ari Björn við hann að hann skuli koma sér í burtu og sagan þessi hluti hefst þar. Og þá ákveður konungur að hann ætli sér bara að drepa Egil. Egill er búinn að koma þannig fram í hann að nú sé ekkert annað en að gera en að drepa hann. Og Eiríkur konungur hann heldur með lið sínu eftir Agli og Egill er nú kominn í burtu og þeir hitta Arinbjörn og Arinbjörn getur ekkert sagt annað en að Egill sé við Steinsund, þar sé kaupskip hans sem liggi við bryggju. Og þetta er mjög snemma morguns. Það er myrkur og Egill verður var við menn konungs þar sem að þeir sé að koma siglandi. Egill stekkur af stað og hann stekkur af stað með 18 menn sína og að sjálfsögðu þá grípur hann með sér þessar 2 silfurkistur sem hann er alltaf með, kisturnar sem Aðalsteinn konungur hafði gefið eða látið hann fá eftir að bróðir hans dó í stríði. Og hér er Egill í verri stöðu, hann á ofurefli etja og hann getur ekki gert neitt annað heldur en að koma sér í burtu og flýja, bjarga lífi sínu. Og það er tekið fram að hluti konungsmanna þeir ráðast upp á kaupskipið Egils, drepa 10 skipsfélaga hans og ræna skipið. En Egill leggst á árar eins og hægt er. Það er talað um að þeir leggist 2 á hverja ár og þeim tekst með naumindum að sleppa með því að sigla skútunni inn grunnt sund sem að skipin sem að koma eftir þeim að þeir geta ekki, það er grunnt fyrir þá að fara inn þetta sund. Og allir tekst að komast til Arnbjarnar og þar var Ásgerður kona Egils, hún hafði verið með Ari Björni síðan Egill fór á þingið og Ari Björn hann lætur Egil á skip og þetta er Ari Björn að taka okkur áhættu. Hann er að hjálpa vini sínum en hann er líka náttúrulega í þjónustu konungs en hann veit að hann er svo eini sem getur kannski komast upp með þessa framkomu við konunginn. Og þarna skiljast þeir Ari Björn í góðri vináttu og Egill fer síðan með þessa vísu. Svo skyldu goð gjalda, gramreiki bönd af löndum, reiðsjörögn og óðinn ránmins fjár honum, fólk mýlát flýja freyr og njörður af jörðum, leiðist lofðast ríði landástan er végrandar. Þarna er hann að yrkja nývísu konung þar sem hann segir að goðin eigi að reka konunginn burt af löndum sínum og þannig eigi goðin að gjalda honum fyrir að á ræntan fé sínu, fé Egils og goðin og óðinn þau séu honum reið fyrir þetta og segir þarna mjög freyr og njörður láti kóran flýja af jörðum sem þar að segja flýja frá Noregi og Þór við guðana viðbót, hann gerir sér leiðan þennan óvinn almennings sem að spillir þinghelgi og þetta er svona vísa sem að á síðan eftir að rætast eða þessi innihald hennar á eftir að rætast. En nú kemur nýr kafli 59 og þá er ákveðin valdabarátta sem verður í Noregi og þar sem Eiríkur konungur hann drepur bræður sína og hér er sagt að Haraldur hárfagri hann átti 4 syni, Eirík blóðöx og Ólaf, Sigurð og Hákon
og Eirík var yfirkonungur, má segja, og síðan eignast Gunnhildur og Eiríkur þau eignast son og það er talað að hann eigi að verða konungur eftir föður sinn, endist honum aldur til. Og meðan Haraldur, gamli konungurinn, lifir þá er sátt á milli þessara bræðra, en svo er spurningin hver eigi að verða einvaldskonungur eftir að Haraldur deyr. Og það endar með því að Víkverjar taka Ólaf sem konung og frændir annar flokkur tekur Sigurð, en Eiríkur hann fer í stríð við bræður sína og endar með að drepa þá þarna að Túnsbergi, og allar sýnir kannski þetta hörku sem að þarf að beita til þess að halda völdum. En núna þegar við vorum með Egil hérna í sögunni, þá var hann búinn að kveðja Arinbjörn og ætlaði sér að sigla til Íslands. Og þarna er konungur síðan á leiðinni í leiðangur, en hann gerir Egil útlægan á Noregi, og þarf að segja að ef að einhver rekst á hann í Noregi þá sé Egill rétt dræpur.